Já, við erum núna stödd hérna í dæmi 2. Reiknaðu áreitsblað, jöfnur lína út frá uppgefnum punkti og hallatölu og teiknaðu línurnar inn á hnitakerfi. Ok, í A-lið þá fæ ég gefið upp hérna punktin P sem er með x hniti 2 og y hniti 3. Hallatalan er 2. Og þetta eru nægar upplýsingar til að geta búið til jöfnu línunar og þá smíðað líka línuna inn á hnitakerfi, þar sé að teikna hana. Byrjum á því að finna jöfnu línunar út frá þessum tveimur upplýsingum. Það fyrsta sem ég geri er, ef ég zooma hérna aðeins inn, ég set upp þessa jöfnu y er jafnt og hx plus m. Og það sem ég geri, ég set upp þessar tölur hérna inn í staðinn fyrir þessa bókstafi sem er hérna, því ég veit i-ið, ég veit h-ið, ég veit x-ið, en leið ég finn þetta m sem ég þarf að finna, þá get ég fundið þessa jöfnu hér. Ok, i-ið, hvað talið það? Jú, það er 3. Þetta getur verið alltaf sniðugt að merka hérna i og x og h fyrir ofan til þess að ég seti rétta tölur á rétta stað. I-ið er 3. Hallatalan er þessi tvistur hér og x-ið er þá þessi tvistur hér. Þannig ég seti þessa tölur inn. Það er sinnumerki milli h-sins og x-sins, þannig að hér stendur 2 sinnum 2 og ég reikna það út, fæði út 4. Flyt fjarkan yfir til þristsins til þess að einangra m-ið og þegar fjarkinn fer yfir þá verður hann mínus, þannig að þetta er 3 mínus 4 jafnt á m sem þýðir að m er mínus 1. Þá er ég komið með nægar upplýsingar til að smíða jöfnuna. Það er að segja, einu tölurnar sem ég set inn hérna er þetta h hér, hallatalan, og m-ið sem er þessi mínus 1. Þá er jafnan komin. Y er jafnt og 2 sinnum x mínus 1. Ok, í B-lið ger ég nákvæmlega sama, alveg nákvæmlega sama. Ég skrif upp jöfnuna, þetta er á staðarformi, þetta kallast staðarform á jöfnu beinna línu. Skrifa það upp, hér erum við upplýsingar, x-ið er mínus 3, y-ið er 1, h-ið er mínus 2. Nú, y-ið er hérna samkvæmt punktunum 1, setja inn, hallatalan er mínus 2, setjum það inn, það er smá klúður hérna, þetta er mínus 2. X-ið er þá mínus 3, setjum það hérna inn. Ok, ég veit ekki m-ið, það er það sem ég ætla að finna. Þá reikna ég hérna mínus 2 sinnum mínus 3 sem gera pluss 6. Flyt 6-una þá yfir til ásins til þess að einangra m-ið og 1 mínus 6 er þá mínus 5, m-ið er þá mínus 5. Ég ger þá nákvæmlega eins og hérna, ég geri y jafnt og hallatalan sinnum x og svo kemur m-ið hérna og það er mínus 5. Þannig að hér er svarið y jafnt og mínus 2 sinnum x mínus 5. En hvernig þá með C-liðin? Ok, aðeins að færa þetta hérna upp. Hann er þá þannig, ég veit hérna 1 punkt og ég er með hallatölu. Nú bara nákvæmlega eins og í A og B-lið í þessu dæmi. Y er jafnt og hx plus m, ég set það hérna upp, þetta er jafnan á staðarformi. Set síðan inn það sem ég veit y-ið, það er 4, ég veit hallatöluna, hún er 2/3 og ég veit x-ið, það er 3. Þannig ég set þessa tölur inn í staðinn fyrir þessa bókstafi sem ég veit. Nú ég þarf að reikna þetta strax, 2 sinnum 3 er 6 og það er deilt með 3, gefur með 2. Það er nú ekki flóknar en það. Þannig að ég flyt á þennan tvist yfir, samansammerkið, hann verður þá mínus 2. Þannig að þetta er 4 mínus 2 er jafnt og m-ið, m-ið er þá jafnt og 2. Ég er þá komið með jöfnuna, ég set inn fyrir hallatöluna og ég set inn fyrir þetta m, sem sagt jafnan er y er jafnt og 2/3 x plus 2. Þá langar mig að teikna þetta. Og til þess að teikna þessar línur, þá skulum við byrja því að átta okkur á hver er hvað. Bláa línan
er þá A-liðurinn, græna línan hér er þá B-liðurinn og C-liðurinn er þá þessi rauða hérna. Það er óvart hérna 2 punktar hérna sem að slysust inn, þannig að við skulum ekki taka mark á þessum 2 punktum. En við skulum byrja á A-liðnum. Nú, það sem ég veit hérna er, ég veit hennar punkt hérna, 2, 3. Hann er hérna, 2, 3. Ég merki hann. Ég veit líka hérna, skurðpunktinn við E-ás, þessi -1. Það sem ég geri þá, ég fer hérna í þennan punkt hér, það sem að skurðpunktur við E-ás, x er alltaf 0 í skurðpunktur við E-ás og þetta er þá 0 - 1. Þannig að hér er skurðpunktur við E-ás. Ég er þá komið með 2 punkta og get þá bara tengt á saman. Og þegar ég tengi þá saman þá fæ ég þessa línu hér. Ég hef líka annan möguleika. Ég gæti nýtt mér hallatöluna því að ég er með þennan punkt hér og 1 til hliðar til hægri og 2 upp, 1 til hægri og 2 upp. Ég gæti líka fyrir aftur og bak, 1 til vinstri og 2 niður, 1 til vinstri, 2 niður. Þá er ég komið með punkta sem geta tengt saman og búið til línuna. Línan A er komin. Kíkjum þá á línu B. Ég veit hennar punkt hér, -3, 1. Hann er hérna. Ég merki hann. Ég gæti farið eins og áðan, hallatalinu -2. Ég gæti farið 1 til hægri, 2 niður. 1 til hægri, 2 niður. En ég gæti líka litið á þennan punkt hér, -5. Og hann merkt hann hér, því þetta er skurðpunkturinn við E-ás, sem sagt 0 - 5. Og ég gæti þá reynur bara tengt þessa 2 punktar saman og ég kom með línuna líka. C-liðun er þá nákvæmlega eins. Ég er með þennan punkt hér, 3, 4. Þannig að ég fer eiginlega 3 til hægri og 4 upp. Hér er punkturinn sem ég veit. Og ég veit að hallatalinu er 2, 3. Sem sagt 2 til hægri og hérna, 3 til hægri fyrirgefið, 3 til hægri, 1, 2, 3 og 2 upp. Eða 3 til vinstri, 1, 2, 3 og 2 niður. Neðri talan er þá hversu langt til hægri eða vinstri, á meðan þetta er talan upp eða niður. En ég get líka séð hér að skurðpunkturinn við E-ás er +2. Þannig að ég get merkt þessa 2 punkta hér, sem sagt 3, 4 og punkti 0, 2 og bara tengt þá saman. Þá er ég komið með línuna. Sá látum þetta duga í bili með dæmi 2. Takk fyrir.